Marta, Já, ég ætla að byrja á varmahlíðinni. já, Að ég sé að afi hefur komið til Vestmannaeyja með Steinunni já, 1910 já, og þá farið þau að búa hjá Láru. já. Og þú varst með Láru á 2-3 stöðum. Já, hún var fyrst virðist verið í Batavíu og svo á Geithálsi. Já, hún var hérna lengst á Geithálsi, ég held hún hafi dáið þaðan. Eða í Að því að Álfsi. Lára liggur í Eyjum. Já, já. Já, já. En sko, veistu hvenær á amma kynntust? Nei, sko, þú verður bara að reikna það út frá Geithálsi og... Já, þau fara sko, þau fara fyrir sjólist fyrst. Að Lára, ég held Lára degi 33. Hún er bara 48 ára þegar hún deyr. Já, já. Ég vissi ekkert úr hvernig hún dó. Nei, það kemur ekkert svoleiðis fram í miður á. En Lalli og Gunna, nei, Hans heiti held ég Hans Lárus eða ykkur. Já, já. Það er annað þeirra sem er með nafnið þeirra. Nafnið hennar. Og Lalli bróðir er með það, hann fæðist 33. Já, já. En á og amma leigja fyrst í sjólist. Já. Og þar fæðast Rut og Auður. Já, já. Það var svakað að koma þar. Og í eldhúsi það var bara moldargólf og moldarveggir. Ég fekk að fara einu sinni hjá henni Hönnu niður að sjá. Hönnu að Guðmunda frænda, eins og Ási sagði. Já. Og svo höfðu sko herbergi upp á lofti. Já. Bara eitt herbergi. Já. Það sem vorum við stelpurnar og búskapinn. Já, en svo smíðar afi Varmahlíð. Hann byggir Varmahlíð, já. Já. Það kallaði hann nefnilega alveg þrekvirki. Steypakjallarann og byggja ennan Steini, pappina Gunnu, Þorsteinn. Já. Hann var bróðir hans. Já, maðurinn hennar Láru. Já, já. Já. Hann var að hjálpa honum og þegar þær eru eitthvað að hlaupa í kringum hann, þegar þau hafa sjálf verið flutt á í Varmahlíðina, Auður og Rut. Nei, Auður. Og hann er að pússa gólfið. Og þá er stelpan alltaf að hlaupa svona. Og hann grípur í hann og segir, ég kissi þig ef þú hættir þessu ekki. Og hún bara rauk á hann og kyssti hann. Það dugði ekki til. Auður var svo líberal svona krakki. Óvolega líberal sko og hann var svo ánægður og síminn á stelpunni. Og bara rauk hún á hann og ég bara, já, ef það hættir ekki, þá bara kissi ég þig. En svo var einu sinni, sko, amma var heima, sko, var ég Varmahlíð. Að þá er hún, Steinun amma, þá er hún að leiðka Grýlu og setur yfir sig eitthvað drast svona. Og Auður er hann að skæla, hún er alveg að beygja af. Skæla. Þá rífur Rut í hann og segir, ertu ekkert að grenja, þetta er hún amma. Og það var hún. Það var Steinun amma að pína þær svona, glettast við þær. Ertu ekkert að grenja, þetta er hún amma. En Steinun, nei hún Sara, hún fæðist í Varmahlíð. Þau eru flutt í Varmahlíð. Já. Hún fæðist í mars. Já. 25. mars. En ég veit ekki hvort þau hafa flutt á haustið eða áramótin eða eitthvað, ég veit það ekki. Kringu jól. En þau voru flutt sko þarna á nýja árinu. En merkilegt að skuli mun eftir kistulagningunni, bara 2 ára. Já, mér finnst það afskaplega skrítið sko, ég er náttúrulega 2,5 árs líkast til. Þegar hún deyr. Í hvaða mánuði deyr hún? Hún deyr 15. nóvember. Já, þú ert orðin svona 2,5. Já, ég er orðin alveg 2,5. Þetta eru sko allt sem að mann, þetta er bara glimt. Já. Ég man bara það sem stóð svona og pabbi satt hérna með happa á
nánum. eins árs gamla. Já, ég náttúrulega var ekki þetta að senda börn í pössun eða neitt. Það þurfti ekki, krakkin var bara rólegur, satt hjá pappa. Og þessi, sko, kistulagningar hafa verið náttúrulega rólegar og svona. Já. En svo En náttúrulega... ég man ekkert eftir presti eða neinu slíku. Nei, svo Bara náttúrulega bara þessi hrúast stór- börnin niður í Varmahlíðinni Já, já. og hérna, Það var voða kátt og fjörugt. Já. Eða þannig. en sko, Matti kemur, hann kemur ekki fyrir en svona, hvað, 46, 7? Hvernig heldur þau bregði búi? Það kraga. er það ekki seinna heldur það. Ég bara veit að þið, mamma Já, sko, þau deyja í Eyjum Já, já. og hún... Já, þau deyja öll í Eyjum. Já, og sko, en þau eru komin því hún deyr 51. Hún Þuríður. Já, Þannig að Matti kominn áður en þau koma til Eyja. hann kemur fyrst strax, Já. sko, leið og mamma fór upp að hjálpa þeim að bregða búi. Já, að taka saman og þetta, losa húsið og sem hefur nú sátt ekki verið mikið. En það er sama, svo kemur hún með bátnum, stórstra bátnum og með Matta. Já, Matti kom. Og Matti var voða vinsæll heima, hann fór strax að vinna í netagerðinni. Já, hjá Þórði meðhjálpara. Já, Þórði meðhjálpara og Manga grjót Manga gamla þarna. Já, og kaus Alþýðuflokkinn Fyrir vikið. Já. Já, var það, já. Maður hefur alltaf... Já, það var ágætt. Það var áræðilega alveg flokkur vinnandi fólks. Já, En vinnandi. hérna, hvar svaf Matti? Alltaf niður í kjallara. Já, strax niður. Já, fekk strax þar. Því þar voru búinir að vera sjómennirnir. Það var það sem ég ætti að nefna að spurja. Þar voru Voru sjómennirnir. alltaf sjómenn. Já, pappi gerði út bát, Já. Sæbjörgina. Ég var með úr heimaslóð Já. að hann hafi átt bát sem hétt Sigga. Já, fyrstu báturinn var Já. Sigga litla. Já. Hét Og svo Sigga. hafa verið Og hann átti hafþrú. þann bát þetta með honum Einari ríka. Einari. Já. Sigurðssyni. Já, mér minnir nefnilega virkilega að það hafi verið sagt að hann hafi átt bát Siggu litlu með honum. Já. Þá var þeir bara ungir menn. Ekki menn. Og svo var sagt að hann hefði verið með Haffrúna. haffrú, já, og Auði. Já, frekar Auði, alls, ég kannast ekki við Haffrúna. Nei, þú kannski bara ekki verið fær. Því það talaði hann sko sem sjómann bara milli 1910 og 20. Já. Þá ert þú náttúrulega bara ekki komið til söguna. Nei. En ég maður vel eftir Sæbjörginni og sko, mér fannst hún alltaf svo falleg sem hún var græn. En átti hann hana eða var hann bara með hana? Já, hann var átt hana. Já. Og hann var eitthvað með báta áður sko. Já. Getur verið hann hafi verið með þessa báta Haffrúna. En hvenar er hann orðinn trésmíðameistari? Já, hann lærði hjá honum Magnúsi í London. Hét hann ekki Magnús? Gamli kallinn sem átti helminginn af London. Það getur verið. Hann var húsasmiður, hann lærði hjá honum. Já, við áttum meistarabréfið hans, er það ekki komið á Skjalasafni, ég held að. Já, og ég sá það, ég bara hugsi, ég hef nú ekki séð það einu sinni. Það var, held ég, fórum hans pappa. Já, ég get vel trúa því. Við létum Skjalasafni fá meistarabréfið hans pappa. Já. Og gott ef við létum ekki líka fá giftingar, vottorðið að mafa eða eitthvað. Giftingar? Já. Við létum þau fá allt sem að henni Sigurhönnu fannst merkilegt sem ætti að fara á Skjalasafnið. Já. Þegar alla fór í gegnum síðasta kassan hans pappa, sko. Já. En hvenær er Varmahlíðin stækkuð? Það er í kringum, hérna skal ég segja þér, það er eitthvað í kringum 50.
50 til 60. En er það Því ég er ekki farin, ég er farin úr Eyjum. Já, þú ert farin, já. Ég er farin þegar að fara að En þá eru gömlu hjónin í Eyjum. Í Kraga, Eiríkur og Þurí. Já, það hefur sjálfsagt verið seinna þau hafa verið fallin frá þegar það fór að stækka. Já. Hugsa ég. Sváu þau inn af eldhúsinu? Nei, Nei, þau voru niðri hjá Matta. Já. Þau voru bara í hjónarúmi og Matti í rúmi eða bekk hinum megin í. Það var ekkert svo lítið herbergi. Nei. Ekkert við það sem En voru ekki kojur þegar sjómennirnir voru? Nei, aldrei. Aldrei kojur? Aldrei kojur. Aldrei kojur. Þær voru aftur uppi. Já, þar var Einar Vesturholtum og Happi og Lalli sem svá í kojónum. Já. Inn í stofu þá? Nei, Austurherbergin. Sem var lítið. En þið sváðu í stofunni, stelpurnar? Já, við sváum í stofunni. Ég sváði í stofunni og Sara og Auður og Rut, eða Rut. Já. Það var ekkert eftir Auður, ég fór svo snemma að sofa á stráku. Já. Þetta var bara strax. Já, það var ekkert annað að gera. Það var ekkert annað að gera. Nei, þú sagði mér einmitt að þú gerist vinnukona í Varmalíð eftir bara strax eftir fermingu. Já, eftir fermingu. Já. Þá eru Auður og Rut fluttar að heima. Já, þá eru þær bara að fara að heima. Rut var nú, hún Ágústa heima, 39. Já. En ég er náttúrulega 42. Já, hún er farin, já, og Auður líka. Og er Sara þá farin á Hallóstað? Já, þetta var allt flogið. Þessar 3 elstu. Þessar 3, já. Og þegar þú gerist vinnukona, þá er pabbi 13 ára, Lalli 9 ára, Þyrí 8 ára, Addi 6 ára og Eyja 4 ára. Já. Og svo deyr hún náttúrulega árið seinna, þessi elska. Já. En hvað er Bubba? Getur hún ekki Bubba vinnukona? Já. Mamma og Sólveigar. Já. Hvað er hún lengi vinnukona í Varmalíð? Já, ég bara, hún var áraðan ykkur ár heima. Bubba nefnilega. Þegar þú ert lítil? Já, ég var lítil, ég eins og sér á myndinni, Ég var bara stelpur skott, Veltan alltaf. Já, og svafst uppi hjá henni? Já, ég svaf uppi hjá henni. Mér þótti þegar við vorum með mislinga eða eitthvað af þessum umgangspestum. Við fengum öll þessar umgangspestir. Já. Rut var voða veik í hvað hét það? Það var svæsnasta veikin. Og við höfum kannski fengið það líka en Rut var hansi veik. Rauðu hundarnir? Nei, það var Skallarsótt. Það var Skallarsóttin. Hún var nefnilega verst. Eða þannig lagað. En hvað með hún Bína, mamma Gústa Hrepp? Já, hún var 1 ár þarna heima. Var hún bara 1 ár? Já, hún var bara 1 vetur eða 1 ár. Já, hún var það hún Bína. Ég man vel eftir henni og man vel eftir henni og það var einhver annur sem ég... Sem var líka? Já, þær voru náttúrulega það komið aldrei þarna þegar mamma var að eiga börnin. Já, að hjálpa til. Já, þá voru þeir að vinna í eldhúsinu eða vinna. Já. Þú sagði mér að hún Bína hefði dáið 28 ára gömul. Hver? Hún Bína. Já, hún dó svo ung, hún Bína, frá bóndanum og... Að þau eru hjá af og ömmu sem sagt í allavega Eiríkur, hann deyr ekki fyrir 54. Já. Þannig að hann er þá með Matta í þó nokkur ár. Já. Eða 3 ár eftir Já, 3 ár, já. Það var voðalega erfitt hjá mömmu því að hann ruglaðist þá. Þegar hann var búinn að missa hana. Hann sá svo eftir henni og hann var alltaf eitthvað með fötin hennar að vissinast. Og svona sagði mamma mér En hann hefði dálítið ruglast. Hann verður 88 ára gammal. Já, hann verður 88 ára. Já. En hann var raskaflega frískur og fallegt gamalmenni. Það stendur á heimaslóð. Manstu ekki eftir þeim? Nei, ég man bara eftir Matta, ég man ekki. Nei.
Ég er svo ung. Sko, ég man, ég verð að sýna ykkur það, ég man eftir mér í fanginu á honum. Já, þú manst þetta. Ég man, já, ég man ekkert í kringu það. Ég man bara við erum í Austurherberginu, inn að eldhúsinu Já. og ég sit í fanginu á afa Eiríki. Eiríkur er allskeggjaður Já. sem hinnir fornu garpar og rauð birkin. Já, var hann aðeins rauðbyrkin, já. Já, þannig að það kemur kannski allt þetta Rauða hár. Þá var Jóhann síðar orðinn prestur í Eyjum Já. og þetta var fyrsta jarðarförin hans. Já. Þannig að hann hringir í Arngrím Jónsson, séra í Odda Já. og spurði hann hvernig maður var Eiríkur. Já. Og þá sagði Arngrím að hann hefði verið postulegur maður. Postulegur alveg, Já. eins og postularnir Síðarnir úr bara. biblíunni bara. Já. Já, hann var afskaplega fallegt gamalmenn hann hafi. Já. Alltaf svo hreinn og svo fallegar hendur og hvítar og svona afskaplega. Hann er voðalega svona Góðlegur. mikið. Já, hann var afskaplega góðlegur. Hann var afskaplega góðlegur, blíður, svona blíður. Á ég ekki að fara að hita kaffið? Jú, það er komið tíma á það. Að hérna, að hann var afskaplega blíður og falleg gamalmenni hann hafi. En áður en þú gerist vinnukona þarna 14 ára, þá varstu búin að segja mér einhvern tímann að þú varst að skúra hjá Mari í Djúpadal. Já, ég gerði það þegar ég var Þetta var 12 ára gömul. Já, ég var stelpa því ég var að skúra hjá Mæju. Ég var svo mikið hjá henni Mæju. Og ég var einmitt búin að hugsa mér það, ef ég eignast stelpu, ætla ég að láta hann heita Maríu. Já, hvað segir? Já, Var hún svona bara góð? hún var svo góð Mæja. Og ég var alltaf eitthvað, og svo var ég að senda til þau. En það var nú ekki mikið. Bjarni blessar, hann sá hann það og Kjarri og svona. Var hann líka bara almennilegur? Já, hann var alltaf út að vinna, blessaverðið. Þegar maður var þarna þá voru kallmennirnir að vinna. Það vann alveg hins sko, myrkran á milli. Já. Það var ekkert verið að vinna til 4. Nei. Það var unnið til 6 og 7. Og þegar pabbi kom, sko þá fór hann að bara binda að hugsa beljurnar, já. Og taka meysana og fara með og gefa þeim heyið fyrst. Og svo kom mamma 6:30 til 7. Við vorum held ég yfirleitt búin að borða þegar við fórum þau fór í fjósið. Þá fór þau bara 2 í fjósið sko. Það var ekki pláss fyrir fleira. Og svo... Og hvar var fjósið? Það var þarna bara það sem vestæðir. Já. Já, það var smá gangur svona. Já. Og það var pínu lítið fjós. Já. Og svo kálgarðurinn, kartöflugarðurinn og svo túnið. Því beljurnar var alltaf settar á túnið, bæði þegar við komum heim með úr. En svo ferðu samt, þó þú sért orðin vinnukona í Varmalíð, þá ferðu 14 ára Hrafntóftum. Já, bara sumarið. Já, sumarið, já. Mamma langaði svo mikið að lofa mér að fara einu sinni og sjá hvað var. Ég var ekki vann að fara upp á land 14 ára. Nei. Ég sá aldrei rennandi vatn þegar ég fór að skóla í Rangá. Nei. Og ég vissi það að ef ég hefði mist stykki, ég hefði hlaupið eftir því. Ég gerði mér áraðlega ekki grein fyrir hvað þetta gat verið djúpt. Nei. En þarna skólaði ég allan þvottinn á Hrafntóttum. En þegar þú kemur á Hrafntótti, þá þurftur að ríða yfir ána, það ekki? Jú. Og hafður þá eftir að fara á Hestbakk? Nei, aldrei. Sko, við förum saman upp við Happi. Já. Og við förum alveg upp að Strönd. Sko, ef við vitið hvað Strönd er, það er golfvöllur þar núna. Er ekki hótel komið? Já. Þetta var skóli og svo danshús og svo núna síðast þetta bara, eins og ég er að segja. Og hérna,
Svo löppum við þaðan suður að Kraga. Því það var, við vorum svona hálftíma, 3 korter að ganga Með frá Strönd. töskurnar? Já, Strönd. Nei, við skildum þær eftir á pallinum. Já, Svo fór Matti með hest og það var farið með, sko, á kerrum. Og þá ertu að sjá ömmu og afa í fyrsta sinn? Já, já. Þá var ég að sjá þau í fyrsta sinn. Pabbi er þá hjá þeim yfir sumarið? Já, já, hann var þarna 4-5 sumur. Já. Ég held hann hafi strokið síðast. Já, hann var alveg ægilega þreyttur á því að vera þannig. Mér finnst eitthvað svo hann hafi sagt að svona í hljóði. Já, en svo sagður mér einhvern að þú hefði grátið yfir því að sjá til Eyja. Já, ég fannst alveg hræðilegt í Kraga. Sko, já, og svo Eyja bara beint suður af. Já. Svo þess að fallegu Eyjan mikið lífans, gera það mikið, sko, að horfa til Eyja og annar landi, það er svo lífans ósku fallegt. Og, já, En fékkstu kaup? Ég kaupaði á Hrafntóttum. Já. 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 Og veistu hvað þeir peningar fóru? Já. Skátabúningi minn. Já. Já, ég var komin í skátafélagið en ekki fann að fá neitt búning. Því ég fór upp, sko, og náttúrulega misti ég þarna heilmikið af sumrinu. Og svo þegar ég kom þá keypti ég mér sifjöld og Kristín í Merkisteini saumaði skátabúningin á mig. Hvað er sifjótt? Það er visst efni sem var svo mikið í herrabuxum og svona. Já. Gott ullarefni, en þunnt samt og lekkert. Mjög lekkert efni. Það hét sifjótt. En svo sumar eftir, þá er Auður veik Já, með berkla. já. Já, ég veit það ekki, Nei. það var hann sagt svona, sko. Já, og gekk En með hún- Gústa. Gekk með Gústa litla. Og þá ert þú að passa Sissu, er Já, það ekki? við tökum hana, mamma tekur hana til sín og hérna. Og þá er náttúrulega eins og það er, hún gat ekki verið með alla þessa krakka, þó happi færi og Já, þá eru náttúrulega Lalli og ég man, já, Lalli, Siri og Addi og Eyja. Og Eyja ennþá. En þú sagði mér einhvern að þú fengið 100 kall á mánuði fyrir að passa Sissu. Já, Það hefur verið svolítið, er það ekki? jú. Ég hafði 80 krónur upp á Upp á Hrafntóttu, hafði 80 krónur á mánuði. Já. Og hvað varst að gera þar svona aðalega? Ég bara gerði all heimilisverkin, að Sjana, hún var svo mikill sjúklingur. Og þú Og ég var að þvo. Já, ég eldaði þannig á sem vélum og leggi þær og svona. Og svo meira segja ég þvoði á bretti og fór svo með að labbaði svo með það út í á, sem var nú ekkert langt svona eins og væri hérna yfir á. Öskjuna. En þetta er svona nokkuð mikil erfiðisvinna. Já, maður var svo vanur öllu plöð. En hvað er svo pabbi hjá honum? Hvað var hann að vesnast í sinni sveit? Það var náttúrulega mikið svona við skepnur Já. og þú getur haft þetta, Sara minn, ef þú vilt bara. Já, þetta sé Og ekki líka svona, já, bara þetta, er þetta ekki fínt Jú, líka? kannski aðeins, nei. Já. Bara tattu, bara En sem svo ferðu árið eftir, þá ferðu að Hurðabakki Já, það var 44. upp í Borgarfirði. Já, það var rosalega gott að vera á Hurðabakki. Ægilega notalegt heimili. Þið eru 45 þarna í Skriðuklaustri. Já, það var nú gaman að vera. Já, það er náttúrulega verið eins og... Við vorum svo mörg. Við vorum 8 hjúin og jafnvel 9.
Já, sem unni þarna. Já, já. En var þetta ekki bara svo hótel, var ekki endalaust að koma gestir og... Já, það var bara sett í sama borð eins og hérna, sko. Já, Akka bara sett hérna. Já. Ekkert sér. Nei, það var ekkert. ekkert. En ef það var eitthvað eins og það kom frá Hallónstað, Þórný og þau hérna, þá var borðað uppi í dagstofunni þeirra, sko, það var borður. Og þá bara gestirnir og hjónin, semst ekki Já, og Gunnar Yngri sjálfsagt, ekki við gemlingarnir, nei. Og þá var steikt svínakjöt, eiginlega gott. Og gerður afskaplega fínt ávaxtagrautur, sko, og það var úr þurrkuðum ávöxtum. Og við erum þarna 45, en hvaðan kellingin hefur fengið þurrkað ávexti í enda stríðsins. Og hún var ekkert að brytja niður. Sko, það voru bara heilu hérna, sko, perurnar, þið vitið hvernig þær eru þurrkaðar, og sveskirnar og svona. Svo fengum við niður í eldhúsi að éta afganginn. Það var sko flott. En þú sagði mér svo að þegar þið farið heim hausti þá fóruð frá Eskifirði með bara... Já, bara með bát, já. Sem var að fara í slið. Já, hingað suður. Það var skipaverkfall og við komumstum ekki, sko... Nei, ég má ekki. Að hérna... að það var engin skip. Nei, sem og þetta var allt í verkfallum. En skrítið að fara í verkfall þarna í lok stríðsins, er það ekki skrítið? Já, skrítið. 45. Já. Ég hef aldrei hugsað það. Stríðslok. Já, stríðslok. En einhvern tíma sagði mér að þið hefði getað keypt fullt á Eskifirði. Reyðarfirði. Og á Reyðarfirði. Já, kaupfélagið Reyðarfirði, það var nefnilega, sko... Þá að þeir fengi eitthvað frá útlöndum? Já, þetta var frá útlöndum. Ég held ég hafi keypt í föt á hann pappa. Og hérna, og maður gæti keypt svona ýmislegt og meðal annars keypti ég 2 koppa. Handa Ruth og Auði, það voru byrjað að búa. Stóra og góða koppa. Og það var himinlifandi, sko, það var fullt af krökkum og vantaði kopp. Fólk var alltaf með fötur bara upp á herbergjunum. Það var ekki nefnt ekki verið að fara langa leiðir á kamran. En já, það var mjög gott að versla þar. Og ég man ég keypti það lérefti, ég hef keypt 10 metra af lérefti. Já, takk. Já. Í bara svundur þá? Já, bara handa mömmu, sko, mamma fékk þetta bara. Ég þannig bara 16-17 ára, 17 ára er það ekki. Sumarið 46, þá ferðu að vinna á spítalanum í Eyjum, er það ekki? Jú, 46 og 7, Já. þá var ég á sumarinn, Já, á Vestmanningar segja, á sumarinn. Þessi 2 sumar var ég þá þar. Varstu þá í í aðhlynningu eða í eldhúsinu? Nei, ég var í eldhúsinu, hjá Guðríði. Og Guðríði var forstöðukona fyrir eldhúsinu. Já. Og það var gott að vera hjá Guðríði, það var svo elskuleg. En þið farið samt? Ég var með henni Beggu, hans Jónasar. Já, við unnum saman og... Begga og Jónasar á Heiðaveinum? Já, Heiðaveinum og Svölu Guðmus. Svölu Guðmus í Borsabúðinni. Og Svalan bjó upp á Rangavöllum. Já, Svala í Næfurkoti. Í Selkoti. Já, heitir það Selkoti. Já, sem að giftist honum og vinkonuna Söru. Já, það voru saman á Hallónstað. Já, ég var eitt sumar. Já, hún bjó upp við Heklurætur í Selsus. Sigli til Ísafjarðar. Já, við Esjunni. Komum við á svona litlu fjörðum hérna. Á leiðinni? Já, alls það að stoppa. Þessi þá var nefnilega miklu lengur verið að skipa upp úr skipunum. Þá verið bara farþegar og svona einhverjar sendingar náttúrulega alltaf.
Og sko skipin stoppuðu lengur í hverju höfn. Já. Þá gæti maður farið og gengið Já, Já. Það var svo gaman að fara með skipum í þá daga. Já. Núna er þetta bara into tray bara. Já. Og ekkert stoppa. Og Lára og Didda fara með líka. Já, það var ljómandi Og gott. voruð þá í Spjaldið mitt er þarna, ég var að finna það daginn einhvers staðar. skólaspjaldið. Skólaspjaldið. Og voruð þá í 4 mánuði Já. í skólanum. September, oktober, november, desember og janúar. Fórum heim í febrúar. Já. Og Og þá flugum við aftur tilbaka. En þá Lalli farinn í sveitina? Hann er sko 15 ára. Fór hann ekki bara fyrir fermingaeil eða? Hann Lalli? Já. Hann fór sem krakki. Já. Þannig að þú ert aðalega með Adda og Þyri. Já. Pabbi 19 ára var hann ekki farinn líka? Eða farinn að vinna allavega? Já, hann var alltaf að smíða, var að læra. En bjó hann í Varmahlíð þarna? Já, hann bjó náttúrulega eitthvað. En svo bjó hann hjá henni Sofíu, hann einmitt. þar herbergi. Svo fór hann í búskap, náttúrulega, eitthvað. 52? 52. Já, þegar ég fæðist. Já. En svo sé ég samt að þú hefur skroppið á brún í Reykjadal. Já, ég var þar eitt sumarið. Já, það er 49. Já, það er 49. Já, þannig að þú ert alltaf að stinga af. Sko, ég er alltaf að skoða landið. Já. Ég var bara að skoða landið svona. Af því að ég vann alltaf hjá Dís og Kött á veturna í saumaskap og svona. Og þar var stúlka norðan og Reykjadal frá hún Helga á nú man ekki nafni, sama. Og fólkið á brún var frændfólk hennar. Já. Og hún réði mig á brún. Já. Og það er... Og var það líka bara sumarvinna? Já, það var bara kaupavinna. Já. Bara frá því, ég held bara í byrjun júní og eitthvað fram í september. En það var rigningar sem ég fór oftar. Svo áttu son sem bjó á bæ í Húsavík. Já. Bær sem að Helgi Ben átti. Já. Man nú ekki hvað hann hét sá bær, eða heitir hann kannski. Átti hann bændabíl á Húsavík? Já, hann var nefnilega norðan, hann Helgi Ben. Já. Hann átti þetta bíli. Og hann bjóð þar og svo tók hann við á brún þegar þau hættu, Ella og hann gamli. Veitu hvaða Helgi Ben? Í Vestmannaeyjum. Já, það? Já. Já, hér, ég hef aldrei heyrt þetta. Nei. En svo bara bregði undir ykkur betri fætur 1950. Já, við Anna. Já. Fórum til Danmerkur. Og var það í gegnum búnaðarsambandið? Já, það var í gegnum búnaðarsambandið. Það var kall sem að bjóð þarna í Ryslinge. Ég var í Ryslinge, nei, Anna var í Ryslinge, ég var í Kvendrup. Sko bíli svona smá bæi, þorp svona. Pílegård. Og Ringe var sko svona aðalbærin þarna svona eins og kakkan hérna. Og svo var ég hérna og Anna þarna. Og við varum svona 20 mínútur að labba á milli. Nú, þannig að þið gáttu alveg hist. Já, við gátum hist svona. Og svo áttum við alltaf aðra hverja helgi. Ég held að vera aðra helgi sem við áttum alveg sunnudaginn. Alveg frá morgni til kvölds. Og enduðu venjulega á balli bara einhvers þar. Upp í Ringe. Já, svo hjóluðum við. Þar lærði ég að hjóla. Ég var búin að reyna að læra heima í Eyjum, en það var bara herrahjól sem var að fara undir spöngina. Og ég datt svo hræðilega, ég leyndi það ekki meira. Svo læri ég að hjóla, það sé að nóg af hjólum hjá krökkunum. Hjólaði allt sem við fórum. Já, böllu og svona. Og fórum alveg niður til Sveinborgar. Og aldrei stíði á hjólsíðu. Nei, það var engin hjól hjá nálægt manni
Það var náttúrulega hjól ábyggilega heima hjá krökkunum. Já, já. Þá sko, Já. þá fór Addi og krakkarnir að eignast hjól. Já. En við áttum aldrei hjól, ekki stóru krakkarnir. Við meiri áttum bara 2 hjól. Eða hildur eitt og við saman. Eða við hildum saman og þú eitt. Já, já. Og þú Það samir var ekki voða gaman. Svo voru annað einu svona hjólar svona eftir vegi og var alveg eplaröðin, sko, tré alveg við götuna. En þau voru nú græn svona eins og kannan. Við stálum okkur sín hvort eplinu. Já. Hjólum svo áfram. Íslenski þjófar þarna að stela bara epli af tré. Já. En þetta var fyrsta skipti sem maður sá epli á tré. Já. Og þetta var eitthvað svo ægilega lokkandi. En ætlaði ekki verið þrælsúr, manstu það? Nei, ég man ekki eftir ég var neitt Það súr. verið svona gerð. Já, það verið bara af grænu tegundinni, sko. Já. Að það voru það ekki. Ég man okkur fannst það úrlega gott. Já. Kannski líka verið heitar og sveitt eða svona þyrstar. En Nokkuð hans sjálfs. sigluðu heim? Ha? Fóruðu með skipi heim? Já, við fórum með drottningunni út Já. en Gullfossi heim. Og það var haustið sem að flugvélin fórst í Vatnajökli. Í Bárðarbungu, já. Já, Bárðarbungu. Já, Geysislýsi. Geysislýsi. Já, við vissum ekkert það sko fyrir við vorum bara komin á leið heim að fólki var að tala um þetta og þá var akkurat búið að finna það. Finna hana, Alla á vélina. lífi. Já. Og svo var þetta sýnt núna ekki fyrir löngu í Nei, sjónvarpi. já. Það var gaman að sjá það. Já. En það var afskaplega gaman að fara til Danmerkur. Það ættu fleiri stelpur að gera hérna. Og En það var þar svo með fallið. líkur þinni sveita mennsku. Eiginlega. Já, allir það ekki bara. Jú, því svo ferðu til Reykjavíkur, það ekki? Já. Að sauma. Já. Ég ætla að fá að læra hjá henni Kristínu Merkisteini. Já. Það voru alltaf stelpur hjá henni að læra sauma. En það var akkurat að hætta. Ég fekk að vera hjá henni í hálfan mánuð. Og þá sá að ég með langaði. En hún var þá akkurat að hætta, sko, aldursvegna. Var hún í Eyjum, eða? Já, hún bjó í Merkisteini. Já. Þarna við Kirkjuveginn Já. eða Heimagötuna, rétt fyrir ofan pósthúsið, eins og það var í gamla daga. Allt farið undir hraun. Já, þá var það verið á Heimagötunni, vantarlega. Já. Magnúsa bakari var hérna neðar, hérna megin og hitt var hinu megin, pósthúsið og það allt saman. Og svo var Merkisteinn var bara næsta hús við. Já. Svona ofan í lóðinni og Merkisteinn og einhver annað hús þarna. Ég man nú bara ekki hver það var sem átti heima þar. En þegar þú fer til Dísu og Kötu. Varstu þá að læra hjá þeim? Já. Þú ert bæði að læra og í raun náttúrulega bara að vinna. Já, bara, maður lærði náttúrulega heilmikið hjá þeim. Já. Ég kunni nú dálítið að sauma hjá mömmu, við saumuðum saman svona. Já, og líka úr húsmæðarskólanum. Já, ég saumaði þar á buxur og lítinn strák svona og skyrtu og eitthvað fleira svona. En maður saumaði alltaf meira og minna hjá mömmu. En þessi saumaár, þá ertu hjá þeim og svo ertu hjá þeim hvað í 3 ár eða hvað? Já, við getum sagt það, já, ég hafi verið hjá þeim svona 3 ár allt í allt. Svo fór ég, það var verslun upp í Þingolstræti sem hét Kjóllinn og þær ráku saumastofu og ég saumaði þar hjá þeim einn vetur held ég. Já. Já, kjólnum og svo. Og svo hjá Dúk? Já, það var bara það síðasta. Já. Ég var hjá honum gamla mínu hérna. Og svo í Nökkvavogi? Já, í Nökkvavoginni hjá honum
það var eiginlega sauma svona herra vinnubuxur og skyrtur og svo stráka litla fyrir jólin, buxur og skyrtur og svo. Þannig að... Það hétt hjá Bárður Sveinsinni, Já, já. bara hétt Bárður Sveinsson. En Og svo í dúk síðast, það var síðasta sem ég var. Þannig að þú ert eiginlega í 20 ár að vinna með sauma. Já, byggilega. En ég var stundum sko halvan daginn og svona, bara eftir búskap og svona. En Þarna, nú erum við komin, þarna ferðu svo á ball í Breiðfirðingabúð. svo fer hún á ball. Hún ætlar að fara á ball, Svo fóru við Helga saman, mamma Jóhanns, sem að jarði í dag. Já, já. Helga í Nýjabæ. Frá Vestmannaeyjum? Já, í Vestmannaeyjum. Já, ég bara fatt ekki hver þetta er. Hún giftist þremur. Þetta verður þegar hún var svo síðast á Jæja, við erum á leiðinni á ball. Við erum að fara á ball í Hún er að fara á ball. Það var svo ansi skemmtileg böllin í Breiðfirðingabúð. Hann spilaði þar Ekki Lárusar Sveins eða? Nei, Sveins. Hvaða gæjar hafa verið í symfóníunni sem hann átti? Já, ég veit ekkert hvað heita. Þeir voru allir með lúðra. Já. Það voru allir með lúðra og pabbi þeirra líka hérna. Hann var með hvað heitir það sem að dreigja svona? Trombónin. Básúna. Já. Básúna. Hann spilaði á Og básúna. hvernig hérna var það jazz eða hvernig músík var það? Það var nú frekar svona gamaldags músík held ég. Já. Ekki mikið jazz, Nei. en þeir spilaði óskaplega. Hvað hétt hann? Sveinbjörn? Nei. Þú voru að googla Breiðfirðingabúð. Já, hvað er... Nú er ég bara alls laus, ætlaði þessi frá meðdósi. En þið farið að leigja svo á Nýlendugötunni? Já, við leiðum hjá Kristrúnu fyrst í kjallaranum og 1 ár og svo vorum við konur upp á hæðina. Vorum þar í 6-7-8 ár. Já, alveg fram að 6 ár. Já. Þegar við flytjum hingað 58. Já. Og giftið ykkur 1. nóvember 53. Já. Afmælnars pappa og Ögge skýr þennan dag. Já. Merkistagur. Merkistagur, já, það er alltaf merkistagur 1. nóvember. Það er hann sannarlega. Og afi kom. Já, afi kom. Já. Pabbi, ég bara vaknaði svona 7:30 eða 8. Já. Og þá heyri ég bara röddinn hans pappa fyrir utan gluggann. Því maður sá nú alltaf við opna glugga og svona. Og þá er Ásbjörn akkurát að koma út úr húsinu. Já. Svona 7:30 til 8. Og við erum að vakna. Og þá var bara pabbi kominn. Ná, vissir ekki að hann ætlaði að koma? Nei. En þið giftið ykkur hjá Jóni Auðuns? Já, við löbbuðum bara svo í Garðastræti. Já. Er það ekki bara eins og að gera núna bara að fara svona inn ykkur stað svona? Já. Til sýslumanns? Var það nokkuð hljómsveit Björns Einarsson? Já, Björn Einarsson. Já. Þá erum við bara að koma með það? Já, það var Björn Einarsson. Já. Sem var tónlistarmaður. Já, hann var með ægilega fína hljómsveitir alltaf. Og strákarnir hans sko eru miklu tónlistarmenn. Er það ekki? Ég bara veit Og hvað segirðu, var ekki mikið gleði að fá afa í Varmá? Var ekki mikið gleði að fá afa í Varmá? Jú, Gunnar frænka kom, Halldór og Ingibjörg kom og í kaffið þegar við giftum okkur og Gunnar og Óli og ég man það ekki, það var bara svona inn í stofu bara hjá mér. Já. Á Nýlendugötunni? Á Nýlendugötunni. Hvað fá maður í? Svo flytt í Álfheimana. Já. 18. maí. Já. Afmælið Gunnarssonar. Skálds. Já, Skálds. Já. Það held ég.
Og og það er rosalegu gestagangur hjá okkur. Rosalegu? Nei, bara eðlilegu. Eðlilegu gestagangur. Einhvern tímann sagði mér að Sigurfararliðið hefði komið. Rut og Óskar og Emil og Lilja. Já. Og þá sváfu, sko þau fóru aftur að þau voru alltaf á Hótel Vík. En Gústi svaf hjá okkur. Og svo voru 2 aðrir Gústar. Það var Gústi Auðar og Gústi Mjölnir. Og þeir sváfu í skrifstofu Erlendar. Þetta var bara með svettpoka með sér, sko, þeir voru í ferðalögum og svona. Það var svo mikið hægt að nota svettpoka. Og já, það voru 3 Gústarnir hjá mér. En varstu þá eitthvað með dýnur eða sváðið bara á gólfinu svefnpokunum eða? Það held ég. Ég man það bara ekki. Fólk hefði verið þurft að hafa. Það var náttúrulega teppinn í stofu, það er sváfið þar. Og svo var náttúrulega dívan í litla herberginu. Já, þar var gestaherbergi alveg. Og einhver sófi inn á skrifstofu hjá Erlendi eða? Nei, þeir sváfu bara á gólfinu. Strákarnir. Hvað þetta voru strákar? 15 ára? Þeir kiptu sér nú ekki upp við það. Nei. Og svo voru Sissa og Tóta og Olla og Edda. Já, þær komu 2 og 2 saman. Já. Að skemmta sér bara eða? Það fengi að koma hingað á 17. júní. Já. Árið sem það voru 5. Já. Fyrst Tóta og Olla. Já, og svo Edda og Sissa. Heldur hún bjóði okkur að koma næst á 17. júní, sagði þetta við þær. Heldur hún bjóði okkur að koma næst og hún gaf svo koma. Og það voru þær alveg hálfa mánuð. Já. Ég sendi þær á Þingvöll, einu sinni stelpur mínar. Þið þurfa nú að geta, sko, það voru alltaf rútuferðir á Þingvöll. Klukkan 2 á daginn, sjálfsagt á morgnana kannski, tilbaka 2 og tilbaka 4 og 5. Svo ég sagði mér, sko, þeir eru bara að passa þetta. Og það fóru bara rútur, því við vorum ekkert með bíl. Og greiðin, það lenti í rigningu. Já, hásumar, eða svona 17. júní, það var synd af þau. En þær áttu eftir að fara þetta seinna. Ég vildi endilega að sæja eitthvað meira heldur en Reykjavík. Já. Og svo voru náttúrulega, en Stefania, mamma Erlendar. Já. Bjó hún þá ennþá út á landi, sem sagt? Já. Hún var á Norðfirði á kommunistunum. Hvenær eignist, fyrsti bíllinn Volkswagen Bjalla? Já. Eins og þau voru svo í mörg ár. Já, það var svo lítið bíl á markaði þá. En hann var samt búinn að sjá einn afskaplega fallegan Moskovits. Það voru Moskovits bílarnir. Drossjurnar eins og við kallum það. En svo hætti hann við að selja hana. Það var skúffaður, svo ég segi, það allt í lagi, við kaupum okkur bara nýjan bíl næst, bara næsta vor. Þá kaupum við bara nýjan bíl. Sko þetta var gamalt, það var ekkert á markaðinu nema gamlir. Og nýjir voru bara varla sjáanlegir. En þó náttúrulega eitthvað svona. Og við gerðum það. Það keypti okkur ljósgræna bílinn, ljósgræna fallega bílinn okkar. Já, það var svona eins og þetta. Og hvað áttu þið marga bjöllur? Já, hvað áttu við marga? Ég svo mátt 4-5. Já, þið skiptuð ekki á svona 5 ára fresti? Ég held ekki einu sinni náð 5 árum. Ég held að það veri bara 3 ára, 2-3. Og svo fyrir að skipta nefndur. Það borgaði sig, sko, maður væri þá ekki að kosta upp á mikla viðgerð eða eitthvað svona. Ég veit það ekki, en hvað hann sagði að við áttum minnst-ákostina 4-5 bjöllur. Og þá fórum við í Moskóu, nei hérna með séinu. Með séinu. Litla jepplingin. Citroen.
Nei, ekki Já. sítróen. Nei, ekki sítróen, nei. Voru ekki á litlum jeppa síðast? Jú, það var allt samt. Það var já, frá þeim hérna úti, eða suður frá. Nei, ekki Heklu, nei, hjá Sokovits, nei, hvað heitir það? Það er ekki einu sem ekki fá þetta, sko. Það kemur að bílum. Við áttum marga svoleiðis jeppa, sko, alveg 4 dyra. Og svo vorum við Var ekki komin. Suzuki bara? Suzuki, það var Suzuki. Það var Suzuki. Svo vorum við komin niður í alveg 2 dyra bara, lítinn. Já. Þeir fóru alltaf eins og skot, þessi bílar okkar. Já. Þeir hafa verið svo vel með farnir. Já, þeir voru svo vel með farnir, Já, það var afskaplega vel með farnir. spans. Og síðasti maðurinn sem keypti bílinn okkar, hann var líka voðalega góður svona, hann spurði Erlend hvort hann hefði ekki verið bók, sko, bók með honum. Já, bækur sem fylgdi af þessu svona. Erlendur myndi ekkert þá og náttúrulega það hann að síður ég. Já. Svo ég einhvern tíma bara ekkert fyrir mjög löngu, niðri í geymslu eitthvað að róta til. Þá kemur þessi bók alveg hreint bara ekki farið að opna hann einu sinni í hendunar á mér, annars skoti var ég skúfuð. Já. En þú hefur ekkert vitað hvað hann hét svo sem. Nei, og það er nokkur ár síðan, sko, nokkur ár, já. En þið ferðuðust rosalega mikið á bílunum eitthvað? Já, við fórum hringinn svona vestur og austur og... Og fóruð ekki Indriðakot nánast á hverju sumri? Jú. Og oftar en einu er það fyrst Vesturholt? Nei, hvað heitir? Já, Vesturholt, já, þau áttu það, sko. Já, og svo Indriðakot. Já. Til Lalla og Bjarka? Já. Þau voru alveg, sko, það var bílið þeirra gamlu hjónana. Já. Sem þau fengu eða keyptu. Já, Vesturholti. Já. En þegar þið voru að fara í útilegur, eins og með papp og Írisi og Rut og Óskar og Add og Ellu og svona, voruð þið þá, keyrðuð þið þá, eða tókuð þið? Já. Já, keyrðuð þið sjálf? Já, við fórum nú ekkert mikið, við fórum ykkar bara svona á bæi, verður það ekki? Við fórum ekkert mikið í... Skógum, sagður mér? Já, skógum. Já, þá vorum við öll saman. Já. Íris og Happi. Já. Og Ella og Addi og við Erlendur. Já, ekki Rut og Óskar? Nei, þetta var þjóðhátíð. Já. Ég held bara Óskar hafi verið dáinn þá. Já. Og já, við fórum þetta saman og tjöldum þetta alveg við þjóðhátíð. Það var voðalega gaman hjá okkur í þessu heiminsins blíðu. Keyrðum þarna austur í Mýrdal og skoðum þar fjörurnar allar sem fólki var að vaða út í. Jú. Maður vissi ekki þessar hættur einu sinni. Nei. Svo fórum við líka að bænum Stóruborg. Já. Sem var alveg út við sjó. Já. Var alveg, ég hugsa að það sé alveg horfið. Undir sjó. Já, undir sjó. Já. Strax í ferðafélagið. Voruð þið strax komin í ferðafélagið? Mjög fljótt. Dís og Kata voru þetta í því og maður hafði alveg tilfinningu fyrir ferðafélaginu. Því það var sko alltaf bara hópurinn í miðbænum. Þetta var allt í miðbænum. Og þegar við fórum í rútuferðum í ferðafélaginu þá vorum við bara hjá Hótel Borg. Já, tók bara rútuna niður í bæ. Nei, við vorum ekki farin hingað inn og þá áttum við að vestur frá. Já, á Nýlandugötu. Já, þegar við strax þá byrjuð. Já. Og var Erlendur strax þá fararstjóri hjá þér? Það var mjög fljótlega sem að var fararstjóri á á Verslunarmannafrídaginn. Já. Þá var hann snemma fararstjóri þar upp á Kjöl. Já. Voruð þið þá að fara upp í á Hveravelli og... Já. Fara upp í Sjóadali og svo upp í Snjófjöllin þarna. Kerlingafjöllin og Snækoll. Það var alltaf að fara upp á Snækoll. Gekkst þú upp á Snækoll? Nei, ég fór aldrei upp á Snækoll. Ég fór alltaf inn með ánni,
vorum dálítið sem var nokkur sem gerðu það og það er sko á niður og maður fór svona inn með henni dálítið upp svona. Af því þá var svo mikill snjór þarna uppi. Nú er komið alveg glænýtt landslag þarna. Já. Eftir að snjóri fór þá bara komið hverir og allt. Já. Maður sá hverina sko þarna með ánni. Svona, en já, þetta er allt orðið allt annað. Við höfum farið ángað upp eftir dagsferð með Eflingu. Já. Síðast fórum við þannig. Heil rúta og við fórum bara upp að sko bara einhverju heiði þarna eða einhverju þar sem við tókum upp hérna skattin okkar. Já, nestið. Nestið. En hvenær fóruð þið að ferðast ellendis? Ég fór fyrst í Færeyja. Já, og voðalega gaman að fara til Færeyja. Ég fór með Eflingu eða Sókn. Já, ég man ekki hvort, já, sett á Sókn. Það var bara tómt kvenfólk, en þú gæti ekki komið. Já. Ég ætlaði að fá Láru með, sko ég átti nú vist ekki leyfi til þess að taka utan félags, já gesti. En ég var búin að skrifa Láru en þá var Þórður blessaður að veikjast og hún gæti ekki farið. Hann var að fara inn á Kleppur. Og þá fór Ásdís með mér, en hún var félagsmanneskja og var á biðlista. En ég hafi kynst henni svona við kaffiborð alltaf á fundunum okkar. Og hún var gaman að ferðast með Ásdísi. Og við fórum saman og fórum með allar okkar ferðir eftir það. En svo farið þið með Úrval útsýn líka? Já. Það fórum við út. Já. Til útlanda. Aldrei með Sunnu. Nei. Nei, ég held að við aldrei farið með Sunnu. En þá fóruð þið bæði til Grikklands. En Úrval útsýn og svo var Framsóknarfélagið með, hvað hét það? Samvinnuferðir. Við fórum líka dálítið með þeim. Það var voðalega gott að fara með þeim. Ofsalega góðir á sínu tíma. Já, afskaplega góðir. Samvinnuferðum. Og hvað fóruð þið? Þið fóruð til Costa del Sol, man ég? Já, við fórum fórum þangað og sigldum yfir á Afríku. Já. Segðu mér Marta, svo við höldum áfram að ferðast. Hver heldur að sé síðasta utanlandsferðin ykkar? Já, það var nú það sko. Okkur stóðst til boða að fara með ferðafélaginu síðast. Þetta verið síðasta ferðin þeirra. Ég held að hafa ekkert farið bara núna lengi. Og það var til Póllands. En hún hringir í mig svona 2-leytið. 1-2. Hún hvað heitir hún sem og þá hafi það var eitthvað orðið ískyggilegt ástand þarna úti. Og það voru hjón sem að sögðu miðunum upp bara þennan morgun. Og hún hringir í mig strax og spyr hvort við getum tekið á. En það var ekki eins og heima og áttum að mæta klokkan 3. Já. Og við ekkert komist í banka eða neitt sko, því við vorum alltaf með gjaldeyri svona á lausu bandi bara. Og svo ég mista þeirri ferð, en það var ábyggilega bara síðasta ferðin okkar var bara Evrópu. Við fórum yfir á Danmörku, keyrðum suður, skoðum allt nyrst sko í Danmörku og yfir í Þýskaland, þangað austur alveg. Það var afskaplega skemmtileg ferð. Var það skipuleg? Var það Guðmund? Já, við vorum alltaf með honum. Guðmundi? Nei, Guðmundur var nú dáinn eða fann ekki við selja. Nei, sonur hans, hann Gunnar. Guðni. Nei, hvað sagður þú? Gunnar. Gunnar.
Svona Guðmundar. En ég held að fyrirtækið ferðarskrifstofan heitir ennþá. Já, er það ennþá rútunum? Já. En ég held að sé búið að selja þetta. Á Selfoss og sem allar rúturnar. Já, Gunnar er dáinn. Svo átti hann systir, held ég. Svo ráku þetta saman. En svo farið þið náttúrulega til Bristol og eru þar í hvað, hálft ár? Já, vorum við hálft ár í Bristol. Og hvað var erlendur að læra? Bókmenntir eða? Já, bara, enskar bókmenntir eða eitthvað svona rifja upp. Hann var sko í ársfríi. Hann hefur fengið sko námsleyfi. Já, þetta námsleyfi. Já, ársnámsleyfi. Já, við fórum þá. Það voru gaman að vera hjá Bristol. Það voru skemmtilega borg Bristol. Og margir leikara, þar var nefnilega aðal leiklistaskóli Breta. Já, og jafnvel meiri heldur en í London. Og þar voru, það var minnst að kosti einn sem að leigði þarna í húsinu hjá frú Bristol, frú Lester. Og Lester, hún var þýsk, en gift Breta þarna og var ekkja og leigði út allt húsið, nema bara sitt herbergi, eldhúsið, gengið inn í eldhúsið. Punktum. Svo leigði hún hitt og lifði á því og ferðaðist svona. Já, sniðug. Já, hún sniðug. En gáttu þið borða hjá henni? Já, við borðum hjá henni. Morgunverð og kvöldverð. Já. En svo hefðum við bara sjálf svona skrínukost og við höfðum smá plötu og já. Það var mjög gott að vera hjá frú Lester. En svo enduðu þið í London, voru ekki mánuð? Við vorum mánuð í London að skoða London. Það var rosalega gaman. Og voruð þið þá bara svipaðri gistingu? Fóruð þið bara í svona... Já, við vorum hjá einni kellingu sem leigði allt húsið sitt. Já, líka? Já. Og leiðum bara eitt herbergi þar og fengum mat hjá henni og svona. Þetta er nefnilega svo sniðugar kellingar nefnilega. Til var. Sem eru til. Þetta er nefnilega, það redda sér sko. En þetta var afskaplega þægilegt. En við vorum sko, þegar við komum til London fyrst upphafi, þá fórum við nú, sko maður gæti haldið að þetta væri bara höll. Það var svo gamaldags og allt í þeim stíl sko. Hótel sem við vorum á, sem var ekki stórt en ískuldi alveg, við vorum svona í janúar. Hvaða ár er þetta, segið þið? Já, hvaða ár var þetta? 66. Eða 65-66, ég man að sem fæddust þetta voru Gunna og Þórður, hennar Láru. Maður miðar alltaf við hvað svona. Langsamlega best að miða við eitthvað. Þið lentuð hann í páskahreyfri, sagður mér eitthvað. Já, akkurat í London. Við lentum í páskahreyfri, alveg hreint sko. Og snjóaði það kannski? Það snjóaði, já aðeins, eða svona sko, þetta var náttúrulega eins og hérna svona, fljótt að fara. En það var kalt, það var ískuldi og snjóaði. Ég sé alltaf að spyrja það, hérna, nú var aldrei bað í Varmahlíð. Nei, kom aldrei bað. Nei, ekki sturta einu sinni. Það var bara að segja upp á vaskarafatti. Já, amma var náttúrulega með sitt rít og allt sko. Og þetta með þegar pabbi og Íris byggaðar í gosinu, eftir gos. Já. Var ekki komið neinn sturta? Já, komið klósett í Já, klósetti var komið. En hérna baðhúsið í Bárugötunni, fóruð þið þangað? Já, við fórum aðeins þangað og hérna á einhvers staðar annað og það var nefnilega svo sniðugt, það var bað, það var sturta á gömlu rafstöðinni sem var svona falleg. Fallega rafstöð, Kallarnir hérna inni og ég man að við Lára fórum í sturtubað þar. Já. Og þurftu að borga fyrir það? Það held ég ekki. En baðhúsi í Bárugötu, þurftu ekki að borga fyrir að fara þar í bað? Ég veit ekki, ég fór aldrei þar. Hjá aðventistunum,
Nei, ég veit ekki hverju ráku það. Jú, aðventistarnir. Já, já. Þarna sem að Guðmundur gamli var með límingar. Skósmiður? Já, rétt hjá hérna á Bárugötunni, hérna. Og það var ekki hérna og svo var stóra húsið hérna sem var átt heima Guðmundur. Hvað heitir það? Á horninu. Háa húsi gamla. Já, Viðey. Viðey? Já, já. Já, var það ekki bara hérna? Ég man Og við munum bara eftir baðhúsi upp á Faxastíg. Sko, ég held að hafa Já. verið þetta sem þú ert að segja og það var svona bakvið Já. baðhúsið. Það var farið svona inn. Sko, mér hefur annarkvæmt mann ég það eða þá mér hefur bara sýnt hvað það var. Já, hún var þarna, hún var, ég held bara hún hafi verið dönsk eða færeysk, dönsk. Hún var afventisti. Hún rak baðhúsi hérna og nuddstofu, hún nuddaði. Baðið og svona. Já. En fórst þú þá í sundkennslu? Já, maður lærði að synda í hérna sundlauginni. Já. Já. Hvenær ætti sundlaugin sem stofnuð hérna? Já, það... Ég er bara orðin synd bara. Ég er náttúrulega ekkert mjög ung, eða þannig að ég er samt stelpa, við vorum að synda, ég og hún Þóra. Svoleiðis að það er án að Lára kemur til og við erum þá svona eitthvað 10 ára, frá 10 til 12 ára. Þessi Þóra er farin úr eigin 12 ára. Sýsti Láru? Nei, hún átti heima á Hjalteyri. Systrin hennar Gretu og Lóló voru þeirra, ef þú hefur heyrt þær, sem voru vinkonur Rutar og þeirra. Og gátu þið farið oft í sund? Já, við fórum alltaf í sund. Ég fór alltaf í sund klukkan 2, það var fyrir stelpur frá 2 til 3, þegar krakkarnir sváfu. Já, litlu krakkar. Já, þá átti ég tíma til að fara í sund. Já. Og ég var að læra að synda og mér fannst ég vera alveg nokkuð synd. Og Þóra segir við mig, Þóra var svo rosalega íþróttamannslega og skrokkin og svona. Komdu bara, ég skal fylgja þér eftir og ég var svo heppin, ég var við girðinguna eða hliðina til þess að grípa í ef ég ætlaði að sökkva. Og ég gerði það, en ég var á partí, þá var ég bara eiginlega farin að drekka vatn, drekka sjó, það var alltaf sjór í sundlauginni. Það var voðalega létt og gott að synda í sjó. Og ég get gripið í, en ég er alltaf pínulítið vatnsrætt síðan. Já. Ég er nefnilega, þegar ég var að synda hérna, fór oft í sund hérna niður í laug, þegar áður að garðurinn kom. Það var bara vegurinn byggt niður í sundlaug. Framhjá bóndabæjunum. Já, það voru orðin fáir, en það var Gunnar hérna og einhverju 2-3 bæir. Og fannstu alltaf þessa vatnsræðslu? Já, ég var alltaf píndu óörugg. Eitthvað maður getur ekki lýst í En voru þá ekki með kút og kork og svo leiðis? Ekki þegar maður átti að vera orðin syndur. Já, þetta verið. Jú, á með maður var að læra, þá var maður kútur, og það var gott að hafa kút og kork líka, eða kút. Það leytir svona, en sem ég er svona 12 ára get ég sagt. Þegar ég er alveg að læra þetta. Ég veit ekki hvað oft ég er mann að labba hérna út á Skansi, þar sem er sundlaugina. Og ekki mann ég samt. Hvenær hún opnar eða tekin í gagni. Því að margir lærðu náttúrulega bara að synda undir löngu. Já, það fór maður fyrst að synda, inn í botni og svo undir löngu. Það fór á bát undir löngu. Svo fór ég síðast undir löngu að ég gekk fyrir nefið. Ég og Sirri á Reynifelli vorum einhverja 3 eða 4 sem gengum fyrir nefið. Nei, við syntum frá botninum og fyrir nefið. Og ég var orðin svo þreytt og það var kall að vinna þar á pramma.
rétt undir löngu sko, maður bara að þegar ég komið þangað og það spottar svona eitthvað niður, ég grípi spottan og þá halaði hann niður. Ég get aldrei fyrirgefið það. Við lokum á þig. Já,